Engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið bless og sæl, við heilsum ykkur hérna sunnan. Í þættinum í dag ætlum við að halda dálítið til í uppsveitum Árnessýslu, en við ætlum líka að sækja starf leikskólakennara í leikskólanum á Hellu, kanna búsetumöguleika í Rangárþingi ytra, en fyrst af öllu ætlum við að storma óboðin í 50. afmæli. Til hamingju með afmælið. Takk fyrir það. Þetta stór dagur. Það eru 50 ár. Já, 50 ár. Manstu hvernig fyrsti dagurinn var? Sko, ég var ekki hérna fyrsta halva mánuðinn, þá var ég að klára skólaskóla. En, nei, ég man það ekki. Ég bara, má maður nokkuð muna svona langt aftur? Ég held ekki. Og ert hér enn? Já, en ég hvíldi mig aðeins á þeim. Já. Ég fór í burtu tvisvar sinnum, annað skipti í 2 ár og 1 í hitt. Þannig að þú ekkert verið mjög lengi í burtu? Nei, maður þarf að koma aftur. Þeir voru svo skemmtilegir. Já, ekki? Jú. Hvað skemmtilegast við þetta? Fólkið. Fólkið sem kemur og fólkið sem kemur oft finnst mér skemmtilegast. Það var 50. afmæli Mosfells sem var fagnað á Hellu í síðustu viku. Verslunin hefur verið á 4 stöðum í bænum og alltaf boðið upp á einstaklega fjölbreytt vöruval. Það allt til. Allt nema ætt, eins og eigandinn Einar Kristinsson fræddi okkur um. En hann stofnaði Mosfell ásamt félaga sínum Jóni Óskarsinni sem nú látin. Kveikjan var bara svo að kaupfélagið bað okkur um að versla ekki og þá byrjuðum við. Við byrjuðum reyndar 3 árum fyrr með saumaskap og vorum í því bara í aukavinnu leið og við unnum hjá kaupfélaginu. En svo fannst þetta vera eitthvað mikið að við værum í þessu allar helgar og öll kvöld og sögðu mér upp að ég skildi bara snúa mér að þessu en færi ekki að versla. Og þá var náttúrulega kveikjan að því að við fórum auðvitað að versla. Og hvað voru það sauma? Saumuðum. Aðallega voru þetta vinnuvettlingar og allskyns klútar, gólfklútar og í þá veruna. Vinnusloppar svo síðar. Við erum að tala um þessar gulu gömlu, það ekki? Gulu gamlu vinnuvettlingar, jú. En hvernig hafa þessi 50 ár verið? Þau hafa verið ágætt. Sloppið allavega. En nú hljóta hafa komið svona, góðir tímar og slæmir tímar í þessu, eða hvað? Hafið þið siglt lignan sjó allan þann tíma? Alltaf verið slæmir. Að sjálfsögðu var flaggað í tilefni dagsins. Afmælisóskir kom úr öllum áttum og allir sem áttu leiðum fengu kökur og kaffi. Og með marins og marsipan í maganum héldum við af stað í atvinnuleit. Halló, góðan dag. Hello, guten Tag. Welcome. Buenos días. Oui. Cowboysen, Tindobre. Þetta lag sem allir í skólanum kunna. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir á öllum tungumálum halló og eitt þýðir velkomin. Daginn. Nú nýverið auglýsti Heklukot sem leikskólinn á Hellu eftir leikskólakennurum og í framhaldinu fannst okkur svolítið forvitnilegt að vita hvað biði þeirra sem kæmu þar til starfa. Ó, þakka þér fyrir. Varstu að elda? Já. Hvernig eldaðir hann? Já. Og ég skal að ná í pasta. Já, varstu að steikja? Þetta rosalega flott.
Við erum heilsuleikskóli og grænfánaleikskóli. Sem þýðir, ef við hugsum grænfánaleikskólans, þá erum við mjög svona umhverfisvæn. Við erum að endurnýta og við erum að hugsa vinnum eftir vissu þema, til dæmis nærumhverfi og bara almennt að hugsa að spara og endurnýta. Heilsuleikskóli, þá erum við bara að hugsa almennt í sambandi við andlega og líkamlega heilsu. Hreyfum okkur og leggjum mikið upp úr hollum mat og þetta svona þetta tvennt sem við leggjum mestu áherslu á. Heklukot 65 barna leikskóli og þar vinna 25 starfsmenn. Börnin nota mörg tungumál til að tjá sig og hópurinn sannarlega ekki einsleitur. Við erum með börn bara frá alltaf sé ekki svona 7-8 önnur þjóðerni hjá okkur. Þannig að það alls konar tungumál og hefðir sem við erum með, sem í bland við okkar. En við heldum alltaf upp á þjóðhátíðardag allra þjóðerna og þá hefur oft verið foreldrar sem hafa komið með, til dæmis, svo síðastun daginn þá var þjóðhátíðardagur Pakistan og þá fengum við pakistanskan svona graut, sem mjög skemmtilegt, þá komu foreldrarnir að gá okkur og kom svona með smá upplýsingar Pakistan og myndir og svona, þannig að þetta svona eitthvað sem við reynum að nýta okkur. Við erum með FX-buksu! Já, og líka hér alveg eins. Já, og líka hér! Einnig eru líka börnin sjálf oft, náttúrulega tala sitt tungumál og þá hinn forvitinn og að spurja og svona og ofta að prófa eitthvað að tala svona bull tungumál til þess að vera eins. Takk fyrir. Pabbi minn frá Pakistan. En mamma þín? Hún frá Íslandi. Og hvaða tungumál talar pabbi þinn? Hann talar Punjabi. Það tungumáli sem sumar kunna í Pakistan. Hann líka. Og allir kunna Urdu, sem Urdu tungumál sem allir í Pakistan kunna. Og adiós þýðir bæ á fransku og dút þýðir maður fá mjólk á Punjabi og líka Urdu og sem sagt þýðir líka bani þýðir vatn og mujhe dút þýðir maður fá mjólk. Mujhe pani þýðir maður fá vatn. Á Urdu? Já. Hvað heitir lömb í sín? Ég á ekki lömb. Ég á lömb. Áttu bara kindar? Nei, ég á ekki kindar. Hjól. Ég langar að fá hjól. Ég vil líka fá hjól. Þú ert að auglýsa til starfsfólki. Já. Hvernig vinnustaður þetta? Þetta glaður og fjölbreyttur vinnustaður. Svo ég segi sjálf frá mjög skemmtilegu vinnustaður. Og við erum mikið úti og leggjum mikið upp á því að fara í göngutúra og nýta náttúrunni kring. Því að það stutt í ofboðslega margar náttúruperlur. Erum mikið með svona útikennslu, erum að taka það mikið meira inn. Þannig að þetta bara rosalega fjölbreytt. Maður mætir á morgni og maður veit aldrei hvernig dagurinn verður. Þótt að þetta sé sömu börnin, sama húsið, þetta aldrei eins. Ég finnst alveg yndislegt að vinna hérna og ég búin að vera mikið að ræða við starfsfólk undanfarið svona í starfsmannasamtölum og svona og það bara mikil ánægja og gleði. Eftir að hafa hvatt börn, kennara og lömb lá leið okkar á skrifstofu sveitarstjórans í Rangárþingi ytra. Við þurftum nefnilega að fá nokkur atriði á hreint áður en umsóknin var fyllt út. Já, við viljum nú meina að tækifærin séu mýmörk hérna og aðstæður séu ágætar. Fyrir barnafólk viljum við meina að við tökum hér fólk í opnum örmum. Við höfum þá stefnu að létta barnafólki róðurinn, það að segja stilla gjöldum í hóf, leikskólagjöld til dæmis. Þau voru lækkuð 25% síðastliðið haust og hugmyndin svo að lækka þau enn frekar. Þannig að við viljum fá til okkar fólk, ekki bara barnafólk, en allir velkomnir. En hvað með húsnæðismál? Leiguhúsnæði það aðeins verið hörgull á leiguhúsnæði hérna, en nú verið að byggja og bæði
með þá hugsun auðvitað að selja en einnig leiguhúsnæði. Það hefur vantað svolítið svona minni íbúðir hérna en markaðurinn að bregðast við því. Þannig að hér að rísa slík hús, bæði hér á Hellu og eins hérna í sveitinni. En hvað með svona atvinnutækifæri? Nú erum við með þessa auglýsingu hér og fyrir leikskólakennara, en þá er ekki allir menntun í það. Hvað með svona önnur tækifæri hérna? Varðandi atvinnu almennt þá atvinnuástandið mjög gott. Þannig að hér ekki atvinnuleysi og þannig að allir fá vinnu sem hingað koma, það alveg hreina línur. Fjölbreytni atvinnulífsins var auðvitað frekar einhæft hérna, en það hefur breyst mjög mikið með aukinni ferðamennsku. Bæði eru náttúrulega þessi gististaðir allir og veitingastaðir sem eru að sinna ferðamanninum og síðan afþreyingin í kringum ferðamennskuna. Maður sér að það er mjög mikill vaxtarbroddur í mjög skemmtilegum og spennandi störfum. En síðan höfum við verið að þjónusta landbúnaðinn og hér iðnaður, en þetta er mjög mikið í þjónustu. Þó svo að hér sé líka eftirspurn eftir háskólamenntuðu fólki. Við erum til dæmis með landgræðsluna hérna innan okkar sveitafélags og það er eiginlega háskólinn okkar hérna, segjum það sko, og okkar vísindaakademía. Þannig að þar eru möguleika líka. Hvað er það fyrsta sem maður þarf að læra ef maður flytur hingað í Rangárþing ytra? Það er nú góð spurning. Ég hef nú átt hérna heima eiginlega alla ævi sko, svona með hléum, þannig að maður þarf að hugsa þessu Ég er það ekki að því við erum á Hellu, er ekki bara að vita hver Ingólfur á Hellu var til dæmis, það er mjög mikilvægt. Maður sleppur með það svona fyrstu vikurnar. Já, aðalega kannski að vita í hvað átt Hekla er, það er bara fyrsta skrefið sko. Og þetta er náttúrulega frá Helgu Sigurðar, er það ekki? Jú, uppskriftin hún er alveg sígild. Þó þetta sé nú kannski ekki rosalega flókið að búa til uppstúf, en það getur nú samt vafist fyrir manni. Já, það er flókið, af því að það verður að gera það rétt, því að annars bara klúðrast það. Við erum komin í heimsókn til Sigrúnar Bjarnadóttur í Fossnesi, Sigrúnar í Sauðakofanum. Sauðakofinn var nú eiginlega bara þannig til að maður alltaf með einhverju svona smálömb sem að falla til á haustinn sem eru ekki sláturhæf. Smálömb eru kannski svona gemsa tvílembingar og afgangsþrílembingar og svoleiðis. Og bændur fá voðalega lítið fyrir þetta í sláturhúsinu. Þannig að það var að gelda bara lamprúta og gera úr þeim þá sauði. Og ég er í þessu þarna beint frá bíli, þannig að þá maður komið með afurðir. Þetta er bara framleitt hér allt og reykurinn á taðið og birkið er hérna úr skóginum og gasalega mikil sjálfbærni í þessu. En þú gerir ýmislegt fleira hérna heldur en að hugsa sauðina þína? Já, það er hér sauðfjárbú, eitthvað 250 kindur og svo eru hér nokkur hross og á sumrin er allt fullt hér af fólki. Ferðafólki, hestamönnum, þeir koma hérna við og þetta er ekta fínt svona miðsæðis. Og á hvaða leið eru hestamennirnir þínir? Hestamennirnir eru á leiðinni hér afrétt. Þeir fara mikið héðan og inn í Hólaskó og þaðan annaðhvort austur í Rangárþingssýslu, yfir á brúnni eða þá bara hér inn á afrétt, Gnúpverja afrétt eða Flóamann afrétt eða þetta er krossgötur. Þannig að þetta liggur mjög vel við, sko. Og hvað getur þú tekið á móti mörgum? Það er hægt að taka á móti svona 25 manns hér í rúm. Og hversu mörgum hrossum? Og hrossum er nú bara alveg stórar og góða girðingar, þannig að það er ekki vandamál. Nei, það er ekki vandamál. Heitur pottur og notalega heitt. En hvernig er það? Fá allir svona dásendar veitingar sem koma hérna til? Já, sumir, ef þú pantar hérna mat og vilt svona beint frá bíli, þá getur þú fengið þetta svona sauðakjöt, reykt sauðakjöt. Þetta er alltaf sígilt, svona rauðkálabunir. Já. Fólki finnst þetta, svona útlendingum finnst þetta alltaf svo spes svona þegar maður boðið upp á jólamatinn, svona. Já, þetta er náttúrulega eitthvað sem maður eiginlega bara borðar aldrei nema á jóladag. Á jóladag, já. En þetta er svo sjálfsagt að
sýna útlendingum svona hverju við erum við, sko. Hvað finnst þeim þetta? Þeim finnst þetta góði matur, sko. Yfir matnum berst talið að Vörðuvinafélaginu, stórmerkilegum félagsskap sem Sigrún tilheyrir og þær umræður skiluð okkur alla leið inn í Þjórsárdal. Þessar vörður eru búin að vera hér á afrétti síðan 1906, það voru hlaðnar þá. Og við Gnúpverjar förum og leitum okkar afrétt sem heitir Gnúpverjaafréttur. Einu sinni vorum við stödd í eftirsafni, ég held eitthvað í kringum 1990. Og lentum í alveg rosalega vond veðri. Og þá snjóaði og við töpuðum verðunum. Við ætlum að reyna að koma okkur í kofa. Og þær voru svo margar bara dottna niður og gerðu lítið gagn. Þannig að við töpuðum af þeim og ég hét í þá að reyna að koma þeim upp á jörðinni og hlaða þær. Stofnuðum þetta Vörðuvinafélag hérna í kringum 2003 og byrjuðum að hlaða verðurna 2004. Og náðum að klára þær allar hérna inn okkar afrétt árið 2006, en þá eru þær 100 ára gamlar. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt og gott verk að koma þeim upp á jörðinni og þær gera mikið gagn, skal ég segja þér. Já, þannig að þetta í rauninni bara björgunartæki líka. Já, heldur betur. Það standa alveg undir nafninu í dag eins og fyrir 100 árum. En ef ég héldi nú á stað hér í norðurátt héðan, hvar myndi ég enda? Þú myndir enda, eftir þessum vörðum, myndir ég enda norður í Bárðardal. Á Mýri í Bárðardal, það að enda þar, sko. Og við erum búin að hlaða upp, eins og ég sagði, þessa vörður og Holtamenn tóku sér til og hlóðu sína vörður inn afrétt frá Sóleyjarhöfða inn að Fjórðungskvísl. Það eru held í 100 vörður, minni mig hún Ingibjörg hafi sagt, og svo eiga bara bárdalingar eftir sína vinnu. Erum við að tala um að senda áskorun norður í Bárðardal hérna með Þjórsárdalnum? Já, takk fyrir endilega. Ég skor á ykkur Bárðardalar að taka ykkur saman og hlaðið þessa vörður. Við bíðum spennt eftir viðbrögðum að norðan og kveðjum Sigrúnu og sauðakofan með munnin fullan af hráu reyktu sauðakjöti. Sauðir eru bara geltir hrútar, þannig að þá ekki neinu hormónar í kjötun. Og þetta bragð meira og bara mýkra og betra kjöt sem ekki svo gott að fá í búðum. Það nú þannig, sko. En þegar fólk hafa samband við í gegnum tölvupóst og svoleiðis, sendur þá bara í pósti eða? Nei, ég reynir nú að koma þessu, annarkvæmt fer ég bara með þetta sjálf í bæinn eða sendi þetta bara með landflutningum eða hvert sem er. Það nú aðal útgerðin nú svona fyrir jólin. Já. Já, það nú vinsælast, sko. Þannig að þú ert ekki í stöðugum pakkasendingu? Nei, ekki þegar jólin eru búin. En annar eftirspurn? Nei, því miður eru öll læri búin. Því miður ekki nógu mörg læri á kindinni. Ég besta fáki fráum framum ver og fjallabílum háum hleypi ég og góla kissi kinn og góla kissi kinn og harða sleppi hendist áfram klárin minn. Hverju eða færist fátum er þetta færist ræðið ég að finna fjörðöxtinn þú presti gæða gammur góði gerði klárin minn. Já, takk fyrir, takk. Ég bara hrista svo dökkur. Það þriðjudagskvöld og kóravingi félagsheimilin og Flúðum. Karlakór hreppamanna á sviðinu, Miklásdal Mæ við píanóið, Labbi í mánum og glóru líka mættur ásamt bassasyni sínum og Smára bassaleikara. Og svo sem stjórnar þessi svo öllu saman Edith Molnar. Takk fyrir allt. Bara vera í takti. Hvað þetta margir kallar sem að hittast hérna? Við hefum verið núna í vetur cirka 45 manns á æfingum. En þegar mest hefur verið, svo í fyrra vetur, þá vorum við ríflega 50. Þannig að það var smá afföll núna í vetur en það stendur til bóta næsta vetur. Þið viljið vera fleiri? Já, við okkur þætti mjög gott að vera svona milli 50 og 60 staðfælis. Loka bækurnar og möppur. Við kunnum þetta. Já, og fáum fórspil.
Hvaða skilyrði þarf maður uppfylla til þess að fá að vera í karlakór Hreppamanna? Það bara að hafa gaman að syngja, það frumskilyrði og bara gaman að skemmta sig með skemmtilegu fólki, maður manns gaman. En hvað með ætt og uppruna? Jú, það náttúrulega vissulega til bóta að vera ættaður hérna úr Hreppunum, sko. Það stór kostur. Er það ekki skilyrði? Nei, það ekki skilyrði. Það eru Selfyssingar í kórnum sem að sækja hérna uppi til, en finnst miklu skemmtilega að syngja með okkur heldur en karlakór Selfoss, sko. Er svona góðlátlegu rígur á milli, eða? Það bara að gera, hafa smá ríg, sko. Annars voru karlakór á Selfoss hérna með tónleika síðasta laugardag og var bara mjög gaman. Og þið mætið alveg þar? Já. Og þeir mæta hjá okkur, sko. Hvað æfið þið oft í viku? Við æfum einu sinni í viku. Alltaf á þriðjudagskvöldum. Byrjum svona eftir réttir yfirleitt á haustinn og erum fram í miðjan maí. Edith Molnar tónlistarkennari í tónlistarskóla Árnesinga og stjórnar barna- og úlingakór Selfosskirkju. Auk þess sem hún stjórnar karlakór Hreppamanna og hefur gert í 18 ár. Þetta bara kom hugmynd þegar ég átti heima hér í Hrunamannahreppi, kom í ljós að köllunum finnst ofsalega gaman að syngja í kór og þeim langar að syngja í karlakór og þá var engin karlakór til í hreppnum. Og þá bara datt okkur í huga að kalla saman nokkrir góði söngmenn og þetta byrjaði, ég held, með svona 25 kallar og eins og 18 eru ennþá í kórnum núna. Svo þetta er bara frábært hópur. Sem eru búin að vera með þér allan tíman? Já. Löggerenni og klára! Við komum upp ut í heim, við komum Er það ekki? Hvernig var fyrsta æfingin hérna hjá kórnum fyrir 18 árum? Hún var mjög skemmtileg. Það var svona, kom auglýsingum að það ætti að vera stofna hérna karlakór og það var á 1. apríl. Og svo mikill áhugi var að 20 kallar voru alveg tilbúin að láta plata sig. Og hvernig leist ykkur svo á þegar þið komist að því að þetta var ekki aprílgap? Bara vel, það var náttúrulega mjög fegnir að það skildi ekki vera aprílgap. En já, þetta var náttúrulega, sumir höfðu aldrei sungið í kór og svo var þetta bara svona, já, það var bara strax látnir hafa nótur og lært lag fyrsta kvöldið sem við vissum allar hvernig er rétt að snúa, sko. Þannig að það hefur ýmislegt breyst. Það var ekki margir sem kunni að lesa nótur þannig lagað. En kunnið þið það núna? Já, við kunnum það þó við hefum kannski ekki farið í sérstakann skóla til þess að þá hjálpar okkur við að láta okkur fylgja nótunum. Þannig að þið lærið heima? Já, við verðum að læra alla texta og kunna það utan að. Og já, maður til dælu fljótur að læra lagið. Eftir 18 ár þá verður allt aðeins lengur og lengur. Að koma textunum inn í hausinn. En þið, eins og ég segi, þið erum við allt saman blaðlausta á tónleikum. Já. Og þið virðist láta mjög vel að stjórn. Já, konurnar okkar segja það að það geti engin stjórn með okkur betur en hún. Það eru margar sem öfundan á því, hvað henni tekst þetta vel. Þeir voru ekki tilbúinir. Jú, þeir voru bara ekki tilbúinir. Halló? Verðið tilbúinir, strákar? Svo mér finnst bara gott að gera mjög gott bland. Blanda saman þeim hvorum langar að læra og líka mér finnst bara nöðsilegt að kunna eftir 18 ár. Við verðum að kunna svona basic íslensk karlakórlög og stort lög og líka bara allt sem allir eru að syngja. En einnig langar mig að bæta við lög úr ýmsum áttum, kenna óperukórar, kenna lög frá mínu landi eða bara frá öllum áttum. Hver hátta lyfti nakka, hvessir brá og hingað ringi nakka, horfið á. Sko faxi faxast til, sko faxi faxast til. Takk fyrir voru ekki tilbúinir, þetta var hægt, rólegt, sko faxi faxast til. Aftur, sama stað. Hvernig stjórnandi er hún? Hún er alveg dásamleg. Hún hefur skemmtilegan aga
nær alltaf að láta okkur læra það sem að hún vill gera þó okkur lítist ekkert á lögin til að byrja með. En þá fer þetta alltaf í gegn fyrir rest. Þusið þið eitthvað svona, eru þið erfiðir stundum í byrjun? Nei, ekki við hana held ég. Við kannski við hvern annan svona, þegar hún ekki. Eru þetta skemmtilegi kallar? Í kornu? Já. Já, það bara svona góður hópur, sem eru að fara, sem eru að koma, en það svona skemmtilegt kjarnin í kornum. Er rauðir ekki að vera búið? Rjóminn er engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.